Ég segi þá 44. fund sveitarstjórnar Skagafjarðar settan, en fundurinn haldinn á Sauðárkróki á Sæmundargötu 7a miðvikudaginn 10. desember árið 2025. Ég býð jafnframt alla sveitarstjórnarfulltrúa velkomna til fundarins og þeir eru allir mættir hér í dag. Og einnig býð ég velkomin sveitarstjórann Sigfús Inga Sigfússon og fundarritarinn sem Baldur Hrafn Björnsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Á dagskránni sem var send út, þá voru 20 mál á dagskránni, en ég þarf til viðbótar við því og það eru ekki aðeins breytingar hérna á dagskránni að leita samþykki ykkar fyrir því að taka inn á dagskrána 3 mál sem voru á fundi byggðarráðs hér fyrr í dag. Það var fundi byggðarráðs nr. 174 og einnig ég með tillögu að fella út á dagskránni áður auglýsti dagskrá sveitarstjórnar lið 9 sem var samstarfssamningur uppbyggingu sýndarveruleikasýningar á Sauðárkróki. Gerir einhver athugasemd við það? Það ekki, en það er samþykkt að fella það út á dagskránni og þeir liðir sem ég vil bera undir ykkur að fá að taka inn á dagskrána úr fundargerð byggðarráðs frá því í dag. Það er liður 3 sem er viðauki nr. 5 við fjárhagsáætlun 2025, liður 4 sem er almenningssamgöngur á Sauðárkróki og liður 5 sem er reglur þátttöku Skagafjarðar í farsímakostnaði starfsfólks. Þeir sem samþykkja að taka þessi 3 mál inn á dagskrána gefur merki og það er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til dagskrár. Það að stinga þessari græju hérna undir. Göngum við til dagskrár og það er fyrst á dagskránni, það er fundargerð byggðarráðs. Það var fundur nr. 171 sem var haldinn 19. nóvember 2025 og það voru 6 mál á dagskránni. Fyrsta mál það var kauptilboð í íbúð að Skógargötu 2. Annar liður það var álagning byggingarleyfis og gatnagerðargjalda. Þriðji liður það var stofnun veiðifélags vötn og vatnsföll á Eyvindarstaðaheiði. Fjórði liður það var umsagnarbeiðni, innleiðing landsbyggðarmats í stefnumótun og lagasetningu stjórnvalda. Fimmti liður það var líka umsagnarbeiðni og samráðsgáttinni, það var drög að reglugerð flutning sauð og geitfjár yfir varnarlínur og 7. liður það var lagt fram til kynningar en það voru áskoranir og hvatningar frá þingi Ungmennafélags Íslands. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem óskar því að taka til máls. Þeir sem samþykkja fundargerðina eins og hún liggur fyrir gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá var liður 2, það er byggðarráðs, fundargerð byggðarráðs, fundur nr. 172 haldinn 25. nóvember og ég ger það tillögu minni að lið nr. 6 sé vísað til sérliðar hér aftar í dagskráni og við tökum þá til umfjöllunar hér og nú. Það er lið 1 sem er gamláslaup 2025 erindi til byggðarráðs. Lið 2 það er umsóknur leyfi fyrir áramótabrennu og skoteldasýningu við Hofsós og Hólum. Lið 3 það er umsóknur leyfi fyrir áramótabrennu og skoteldasýningu. Lið 4 það er sala á félagsheimilinu Skagaseli. Lið 5 það er söfnun til varðveislu Gunnfaxa TF ESB. Liður 7 það er kauptilboð í íbúð Víðigrund 16. Liður 8 það er tilboð í íbúð 3 að Víðimýri 10. Íbúð 3 HH að Víðimýri 10. Liður 9 það er kauptilboð í Laugatún 9. Síðan er liður 10 það er mál og samráðsgáttinni en það var umsóknarbeiðni vegna verndar og orkunýtingar áætlunar og raforkulaga. Liður 11 liður 12 segi ég, það er líka á samráðsgáttinni og það er drög að atvinnustefnu Íslands, vaxtaplan til 2035. Liður 13 það er líka mál og samráðsgáttinni, það var áforma skjöl vegna frumvarps til laga breyting á lögum Matvælastofnun, Fiskistofu og fleira, sameiningarstofnana. Liður 14, það var lagt fram til kynningarskýrsla raforkukerfi á Norðurlandi vestra sem að SSNVAF lét vinna og liður 15, það var tölvupóstur frá innviðaráðuneytinu sem var lagður fram til kynningar opinbera grunnþjónustu, leiðbeiningar mótun og framkvæmd stefnu.
Orðið er laust um þessa fundargerð. Ítrykki bókun við 2.11. Vinstri græn óháð. Og við ítrekkum líka bókun við 2.11. Orðið er laust. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja fundargerðina gefur merki og hún er samhliða. Þá var að fundargerð byggðarráðs, það er fundur nummer 173, haldinn 3. desember síðastliðinn og ég geri það tillögu minni að lið 3 á dagskráni verði vísað til sérliðar hér aftar í dagskráni og við tökum þá fyrir hér núna lið 1 sem sal á félagsheimilinu Skagaseli, liður 2 það voru mannauðsmælingar HR Monitor og liður 4 sem var ADHD samtökin styrkbeiðni. Orðið er laust um þessa fundargerð. Það er engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja fundargerðina gefur merki og hún er samhliða. Þá er liður 4 á dagskránni, það er fundargerð atvinnu menningar og kynningarnefndar, fundur nummer 39 og var haldinn 20. nóvember síðastliðinn. Og það var 5 mál á dagskránni, fyrsta málið það var skýrsla deildarstjóra, annað var atvinnulífssýning 2026, þriðja var jólatrés skemmtun 2025, fjórða málið það var stöðugreining og aðgerðar áætlun fyrir ferðaþjónustuna í Skagafirði og 5. það var rekstur tjaldsvæða í Skagafirði. Orðið er laust um þessa fundargerð. Það er engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja fundargerðina gefur merki og hún er samhliða. Þá var að liður 5, það er landbúnaður innviðanefnd, þetta var fundur nummer 38 haldinn 27. nóvember og það voru 6 mál á dagskránni. Fyrsta það var endurgreiðsla og takstar dýraverðlauna, annað það var deiliskipulag Sauðárkrókshafnar, Eyrarvegur 18 og Eyrarvegur 20 umsóknum breytingu lóðamarka. Liður 3 það var lagt fram til kynningar bréf frá vegagerðinni fyrirhugaða niðurfellingu vega af vegaskrá og í lið 4 það var líka lagt fram til kynningar, það var erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga vegna aðgangstollaeyfirvalda að rafrænu eftirliti hafna. Í lið 5 það var líka lagt fram til kynningar efni frá innviðaráðuneyti og umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti. Það var skýrsla kortlagningu aðgerða sveitarfélaga í umhverfis- og loftslagsmálum, markvissari árangur á sviði umhverfis- og loftslagsmála og í lið 6 þá voru lögð fram til kynningar útboðsgögn vegna útboðs á veiði í Hjaltadalsá og Kolbeinsdalsá. Orðið er laust um þessa fundargerð. Það er engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja fundargerðinni gefur merki, hún er samhliða. Þá erum við komin í lið 6 á dagskránni, það er skipulagsnefnd. Þetta var fundur nummer 87 og fundur var haldinn 27. nóvember og ég geri það tillögu minni að lið 2, 3, 4, 8 og 9 verði vísað til sérliða hér aftar í dagskránni og við tökum þá hér inn í umræðuna núna. Það er liður 1, það er Freyjugata, tillaga breyting á deiliskipulagi. Í liður 5, það er fundur með Veðurstofu Íslands, deiliskipulag flæða. Liður 6, það er Skógagata 2, lóðamál. Liður 7, það er Drekahlíð 4, umsókn brekkun á innkerslu. Liður 10, það er Borgarteigur 6, umsókn lóð og liður 11, það er Borgarsíða 5, Borgarsíða 7, Borgarteigur 6, beiðni skipti á lóðum. Orðið er laust um þessa fundargerð. Það er engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja fundargerðinni gefur merki og hún er samhliða. Þá komum við í lið 7 en það er óskum tímabundið leyfi frá nefndastörfum í fræðslunefnd og það liggur fyrir erindi frá Kristóferi Má Marólfssyni dagsett 8. desember 2025 þar sem hann óskar eftir að framlengja áður veitt leyfi frá störfum sem formað fræðslunefndar til 21. janúar næstkomandi. Orðið er laust. Þeir sem samþykkja að Kristófer fá umbeðið leyfi gefur merki og það er samhliða. Og þá er liður 8, það er endur tilnefningi fræðslunefnd og það þarf að tilnefna
að nýju í fræðslunefnd í stað Kristófers Más Maronssonar meðan hann er í leyfi og það liggur hérna fyrir tillaga að í hans stað komi Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir og verði formað fræðslunefndar. Aðrar tilnefningar hafa ekki borist og skoðast hún því rétt kjörin. Liður 9 sem er í dagskránni hjá okkur er búið að fella út. Þannig við fyrir í lið 10. Það er aðalgata 14 neðri hæð. Það er tilkynnt framkvæmd og það er hjá byggingafulltrúa. Það liggja fyrir gögn frá Norðan 14 EHF, eiganda neðri hæðar fjöleignahús sem stendur á lóðinu nr. 14 með aðalgötu og Sauðárkróki og varðar tilkynnta framkvæmd breytingu á útliti vesturhlíðar hússins og þar er tilkynnt framkvæmd. Þar sem tilkynnt framkvæmd er innan verndarsvæðis í byggð þá óskar byggingafulltrúi eftir því við sveitastjórn Skagafjarðar að tekin sé afstaða til umsóknarinnar samanber 7. grein laga 87 frá 2015 verndarsvæði í byggð og með þessu fylgja gögn orðið laust þetta mál. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem að samþykja gefi merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 11, það er stofnun veiðifélags vötn og vatnsföll á Eyvindarstaðaheiði og þessu er vísað frá fundi byggðarráðs sem var 19. nóvember. En til stendur að stofna veiðifélag vötn og vatnsföll á Eyvindarstaðaheiði sem er ætlað að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu og stuðla að sjálfbærri nýtingu fiskstofna, auk þess að vernda vistkerfi vatnafiska á auk þess að vernda vistkerfi vatnafiska á félagssvæðinu og koma í veg fyrir að verklegar framkvæmdir eða önnur starfsemi skaði lífríki þess. Nafn félagsins verður veiðifélag Eyvindarstaðaheiðar og það liggja fyrir drög að samþykktum fyrir félagið og byggðarráð afgreiddi þetta með þessum hætti að byggðarráð samþykki drög að samþykktum veiðifélags Eyvindarstaðaheiðar og að fulltrúar Skagafjarðar í stjórn verði umhverfis- og landbúnaðarfulltrúi og fulltrúi úr stjórn Eyvindarstaðaheiðar EHF sem stjórn ákveður hverju sinni. Og þetta var samþykkt samhljóða að vísa þessu til afgreiðslu sveitastjórnar. Orðið er laust þessu afgreiðslu byggðarráðs. Það er engin sem óskar til að taka til máls sem samþykja afgreiðslu byggðarráðs og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 12 og það er viðauki við samning rekstur Náttúrustofu Norðurlands vestra og þessu vísað frá fundi byggðarráðs sem var haldinn 25. nóvember en þar var lögð fram drög að viðauka við samning á milli sveitafélagsins Skagafjarðar, Húnaþings vestra, sveitafélagsins Skagastrandar og umhverfis orku- og loftslagsráðuneytis rekstur Náttúrustofu Norðurlands vestra. Viðaukinn er lagður fram að ósk ráðuneytisins felur í sér að gildistími samningsaðila á milli verði framlengdur út árið 2026 og byggðarráð samþykkti samhljóða framlagðan viðauka og vísar honum til afgreiðslu sveitastjórnar. Orðið er laust þessu afgreiðslu byggðarráðs. Það er engin sem óskar til að taka til máls þeir sem að samþykja afgreiðslu byggðarráðs gefi merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 13 og það er laufblaðið, Sauðárkróki, íbúabyggð og opin svæði deiliskipulag. Þessu er vísað frá fundi skipulagsnefndar sem var haldinn 27. nóvember og þar var lögð fram skipulagslýsing fyrir laufblaðið á Sauðárkróki eins og það er kallað en svæðið það afmarkast að Skagfirðingabraut og Túngötu að norðan, Túngötu að vestanverðu og Sæmundarhlíð að sunnan og austanverðu. Skipulagssvæðið er 14,8 hektarar að stærð og afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitastjórn að auglýsa skipulagslýsinguna fyrir laufblaðið, Sauðárkróki, íbúabyggð og opið svæði í samræmi við 40. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið er laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liður 14
Sigurlaug Vordís víkur af fundi undir lið 14. Það er Hofsós, það er plássið, sandurinn, brekkan og bakkinn, deiliskipulag, og þessu er vísað frá fundi skipulagsnefndar sem var haldinn 27. nóvember, en þar lá fyrir skipulagslýsing fyrir Hofsós, plássið, sandinn, brekkuna og bakkan, og svæðið það afmarkast af norðurbraut að norðan og austan, skipulagssvæðis að norðan og austan, skipulagssvæðis, deiliskipulags, miðsvæðis á milli Skólagötu og Túngötu að sunnan og strandlínu og afmörkun hafnarsvæðis að vestan. Skipulagssvæðið er 11,7 hektarar að stærð. Og skipulagsnefnd, hún samþykkti samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að auglýsa skipulagslýsinguna fyrir Hofsós, plássið, sandurinn, brekkan og bakkinn í samræmi við 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið er laust þess afgreiðslu. Það er enginn sem óskar til að taka til máls og þeir sem samþykkja, og þetta er samþykkt með 8 atkvæðum. Ég láti Silju vita. Það er 15. Deiliskipulag Sauðárkrókshafnar, það er Eyrarvegur 18 og Eyrarvegur 20, en það er umsókn breytingu lóðamarka. Og þessu er vísað frá fundi skipulagsnefndar 27. nóvember, en þannig var að þann 13. október 2025 samþykkti skipulagsnefnd að leggja til við sveitarstjórn Skagafjarðar að heimila lóðarhöfum að Eyrarvegi 18 og Eyrarvegi 20 að láta vinna óverulega breyting á deiliskipulag Sauðárkrókshafnar. Þessi breyting hún varðar lóðamörk á milli lóðana 2, og í framhaldi af þessu að þá samþykkti sveitarstjórn þessa breytingu á fundi sínum 15. október, en svo hefur komið í ljós að uppskipting mannvirkja, hún kallar á aðra útfærslu en gert var ráð fyrir í þessari breytingu, og þar með óska umsækjendur, forsvarsmenn eða lóðarhafar, forsvarsmenn lóðana, þeir óska eftir að fyrri breyting verði aftur kölluð og stofnuð verði ný lóð áður nefnt mannvirki samkvæmt meðfylgjandi gögnum sem eru hér undir fundinum. Þar sem umböðin lóðastofnun kallar á breyting á deiliskipulagi óska umsækjendur jafnframt eftir heimild til að láta vinna tillögu að breytingu á deiliskipulagi Sauðárkrókshafnar á sinn kostnað, og þetta er búið að fara fyrir Landbúnaðar- og innviðanefnd sem að samþykkti umbeðna breytingu samkvæmt hafnarreglugerð, og afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að fallist verði á að fyrri skipulagsbreyting sem sveitarstjórn samþykkti þann 15. október 2025 verði afturkölluð og að stofnuð verði ný lóð áður nefnt mannvirki og henni úthlutað umsækjendum samkvæmt fyrirliggjandi gögnum. Umsækjendum verði heimilað að láta vinna tillögu að breyting á deiliskipulagi Sauðárkrókshafnar á sinn kostnað samkvæmt 2. málsgrein 38. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt samþykki skipulagsnefnd samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að fallast á rök umsækjenda óverulega breytingu og gildandi deiliskipulagi Sauðárkrókshafnar sé að ræða, þar sem hún hafi ekki áhrif á aðra en umsækjendur og sveitarfélagið og ekki sé þörf á grenndarkynningu þar sem breytingin á deiliskipulaginu varðar ekki hagsmuni annara en sveitarfélagsins og eða umsækjenda. Og samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og að greinagerð og skipulagsuppdráttur DS 01 í verki dagsettu 20.11.2025 unni hjá Stoðverkfræðistofu verði send skipulagsstofnun samkvæmt 43. og 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Já, það kom óskum í lesi þetta aftur. Þess að við hefum góðan tíma að ég byrja aftur.
Þeir sem samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá eru konar lið 16 í dagskráni sem sjóvörn, Hofsósi, óskum framkvæmdarleyfi. Óskar eftir að víkja fundi? Sigurlaug Borgdís víkur að fundi undir þessum lið. Þessu vísað frá fundi skipulagsnefndar sem var haldinn 27. nóvember og málið það var áður á dagskrá sveitarstjórnar Skagafjarðar 15. október síðastliðinn. En þar samþykti sveitarstjórn samþykti þá með 9 atkvæðum að framkvæmdarleyfis umsókn vegagerðarinnar dagsett 9. september 2025 verði grenndarkynnt samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Nú þessi framkvæmdarleyfis umsókn var svo grenndarkynnt frá 16. október til 17. nóvember 2025 á vef skipulagsstofnunar í skipulagsgáttinni og einnig var hagsmunaaðilum sendur annað hvort bréfpóstur og eða rafrænt póstur í gegnum Mitt Ísland. Afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að veita umbeðið framkvæmdarleyfi. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Og það enginn sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefi merki og hún samþykkt með 8 atkvæðum. Þá komum við að liði númer 17 sem enni í Viðvíkursveit Skagafirði. Það umsókn landskipti og þessu vísað frá fundi skipulagsnefndar sem haldinn var 27. nóvember til afgreiðslu sveitarstjórnar og það Eindís Guðrún Kristjánsdóttir, þinglýstur eigandi jarðarinnar enni í Viðvíkursveit sem óskar eftir heimild til að stofna 9.342 fermetra lóð úr landi jarðarinnar enni 2 samkvæmt meðfylgjandi afstöðu uppdrætti. Óskað eftir að útskipt lóð verði skráð sem íbúðarhúsa lóð. Jafnframt að landheiti útskiptara lóða, en rökstuðningunum fyrir lóðarheitinu enni 2, það landheiti útskiptara lóðar vísar í heiti uppruna jarðar, en það engin landeign í sveitarfélaginu Skagafirði sem hefur sama heiti. Og skipulagsnefnd afgreiddi þetta því með þessum hætti að hún samþykkir samhljóða umbeðið nafn leyfi og leggur jafnframt til við sveitarstjórn að samþykkja umbeðin landskipti. Orðið laust þessa afgreiðslu. Það enginn sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefi merki og hún samþykkt samhljóða. Þá komum við að lið 18 sem samningur við björgunarsveitina Skagfirðingasveit, en þessu var vísað hérna frá fundi byggðarráðs sem var haldinn 3. desember, fundi nr. 173, en þar voru lögð fram drög að þjónustusamningi milli björgunarsveitarinnar Skagfirðingasveitar og sveitarfélagsins Skagafjarðar með gildistíma til loka árs 2028 og byggðarráð samþykkti þjónustusamningin samhljóða og vísaði hún til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið laust þessa afgreiðslu byggðarráðs og samningin. Það enginn sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja afgreiðslu byggðarráðs gefi merki og hún samþykkt samhljóða. Þá það liður númer 19 sem viðauki 5 við fjárhagsáætlun 2025 og þetta var tekið fyrir á fundi byggðarráðs sem haldinn var í dag. Og þar var lagður fram viðauki við fjárhagsáætlun 2025 og afgreiðsla byggðarráðs var að byggðarráðs samþykkir samhljóða framlagðan viðauka. Orðið laust þessa afgreiðslu byggðarráðs. Það enginn sem óskar til að taka til máls. Þeir sem að samþykkja afgreiðslu byggðarráðs gefi merki og hún samþykkt samhljóða. Þá það 20. liður og það reglur þátttöku Skagafjarðar í farsímakostnaði starfsfólks og þetta var einnig á fundi byggðarráðs sem var í dag og það voru lögð
þar voru lögð fram drög að reglum þátttöku Skagafjarðar í farsímakostnaði starffólks sveitarfélagsins og afgreiðsla byggðarráðs var að byggðarráð samþykkir samhljóða framlagða reglur og vísar þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið er laust þessa afgreiðslu og samningin. Eða reglurnar réttar sagt. Það er engin samsköld að taka til máls. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðarráðsgefumerki, hún er samhljóða. Þá er að liður nummer 21 og það eru almenningssamgöngur á Sauðárkróki og þetta var líka til umfjöllunar á byggðarráðsfundi sem haldinn var í dag og það lágu fyrir fundinum niðurstöður og útboði á almenningssamgöngum á Sauðárkróki og byggðarráð afgreiddi þetta með þeim hætti að byggðarráð samþykkir samhljóða tilboð Suðurleiða EHF og vísar til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Og það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykja gefumerki og afgreiðslan er samþykkt samhljóða. Þá er það til kynningar hérna. Það eru fyrst fundagerðir frá sambandi sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og það er fundur sem var haldinn 2. desember síðastliðinn. Einhver sem óskar til að taka til máls hana. Það er ekki og þá eru komin í 23. liðinn. Og það eru fundagerðir frá sambandi íslenskra sveitarfélaga og það er fundagerð frá fundi sem haldinn var 14. nóvember 2025, fundi nummer 989. Einhver sem óskar til að taka til máls þessa fundagerð. Það er ekki og þá er dagskráin tæmd og ég segi fundi slitið.